Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að vinda okkur yfir í björgunarmál og björgunarsveitarstörf. Og hingað til mín eru komnir þeir Björn Már Björnsson frá björgunarsveitinni Dalvík og Leonard Birgisson frá Súlum björgunarsveitinni á Akureyri. Verið velkomnir. Björgunarsveitina starfa náttúrulega árið kring en það kannski að byrja svona high season núna. Þetta svona, tala nú þegar veturinn stimplar sér inn með svona miklum krafti eins og núna í vikunni. Hvernig leggst þetta í ykkur? Já, þetta leggst bara ágætlega í okkur. Þetta byrjaði svona alvöru í gær allavega út á Dalvík, þar sem ég hef aðsetur. Já. Þar fórum við í svona 2 verkefni lítilsháttar sem bara heppnuðust vel og það svona kremur hópnum saman. Já, einmitt. Þarf maður að gíra sig inn í sísonið eða sko? Já, það búið að vera rólegt hér reyndar á Akureyri en við erum í viðbragðsstöðu. Já, einmitt. Það má segja það, þetta er að byrja svip á desember byrjaði fyrir ári síðan, þannig að menn vita alveg hvað það býður upp á. Já, það var náttúrulega frægt þetta mikla veður sem gekk yfir þá. Og það kannski verið líka haustið óvenju rólegt af því að fólk hefur haldið sér til hlés bara af þekktum ástæðum, eða hvað? Já, fólk minna á ferðinni, það alveg gefur auðvitað sko og það kallar á færri verkefni. Já, þannig að en björgunarsveitirnar enga síður náttúrulega í viðbragðsstöðu eins og við vitum alltaf. Og hvernig eins og núna, væntanlega, það er náttúrulega nýliðar koma til liðs á haustin eitthvað, þannig að það eru mögulega einhverjir sem hafa ekki farið í útköll áður sem eru þá er það ekki þá einhvers konar eldskírn? Jú, það má alveg segja það, en svona hefur verið að skornum skammti sökum ástandsins í þjóðfélaginu. Já. Blessuð koronaveiran. Jú. Hún kemur við hjá okkur eins og hjá öðrum. Og það hefur verið reynt að halda eins og nýliða starfinu gangandi eins og til dæmis út frá. En bara með reglum og boðum og bönnum sko. Og það kannski ekki alveg hægt að senda þessa nýjustu strax út þegar ástandi svona. Þegar við erum líka með takmörkun hjá okkur varðandi aðgerðir, hvað varðar björgun eða aðstóðir sko. Já, einmitt. Og væntanlega einmitt grímuskylda og svona sem gæti reyndar, ég segi svo fyrir mig, ég þurfti að vera aðeins úti í gær í vondu veðri og mér fannst bara fínt að vera með grímuna. Það hélt svona auka hita á andlitinu. Það þarf ekki að vera alslæmt. En hvernig lítur veturinn annars út, sko? Til dæmis eins og björgunarsveitirnar hafa oft verið, er það ekki komið aðeins á áramótabrennum og svoleiðis? Það er kannski ekkert bjart útlit með svoleiðis samkomur? Já, í einhverju formi verður það klárlega sko. En bæði brennur og flugeldar sko. En við erum bara eftir að sjá með hvaða hætti það verður. Það þrengir að öll í samfélaginu eins og að leggur sig sko. Og okkur jafnt og öllum öðrum sko. Já, einmitt. Þannig að það þarf bara að láta líða fram í mánuðinn til að sjá hvernig það þróast allt saman. Já, klárlega sko. Já. Og hvernig þegar þið eruð á vaktin, er menn settir bara á vaktir fyrir mánuðinn eða vikuna, eða hvernig virkar þetta? Við erum náttúrulega bara sjálfboðaliðar. Já. Þannig að faktískt kannski erum við ekki á vakt. Nei. Við erum náttúrulega með svæðisstjórn sem að stýra öllum aðgerðum í umboði lögreglu á öllu Eyjafjarðarsvæðinu og þeir eru á vakt og þeir eru með bakvakt og sinna þeirri viðveru. Já. En við Björn erum kannski betur settir með það að við mætum þegar það er kallað út. Já. Og mæta þá bara þeir sem geta þegar útkallið kemur. Já, það má segja það. Við erum svona meira til taks þegar við getum. Já. Við náttúrulega mætum ef að þörf krefur og við fáum boðun í gegnum neyðarlínuna ef þannig ber undir. Já. Eins og til dæmis með verkefnin í gær, það var boðað í gegnum neyðarlínu og þá mæta bara þeir sem að geta mætt. Og svo eru við núna með svona COVID-reglur að svona vægi verkefnisins metið og þá fara bara x margir og hinir eru beðnir að bara halda sig til hlés og bíða jafnvel fyrirmæla.
Já. Og við erum með, eins og fram hefur komið, grímur, hanska, spritt og þurfum algjörlega að fara með aðgát þegar að við erum að vinna í kringum einhverja aðra einstaklingar sem að þurfa á aðstoð að halda. Já. Eðli málsins samkvæmt. Já. Algjörlega. Já, þannig að einmitt, þannig að fyrirkomulagið það er stjórnin sem lendir í vaktavinnunni. Já, hann gerir það. Já. Og það er allan ársins alla daga, sko. Já, akkurat. Og náttúrulega mjög merkilegt að þetta, einsdæmi í heiminum að þetta að því að björgunarsveitirnar eru okkur svo ofboðslega mikilvægar að það er ótrúlegt í rauninni að þetta sé sjálfboðastarf í grunninn. Þetta er ekki einsdæmi í heiminum, sko. Nei. Þetta er mjög víða svona sjálfboðastarf en hins vegar náttúrulega höfum við ekki bakland. Við höfum ekki bakland í, lögreglan er mannfá. Já. Við erum ekki með her. Þannig að þetta lendir á sjálfboðaliðunum að miklu leyti með viðbragðsaðilum lögreglu og slökkviliði. Akkurat. Ég myndi að hugsa á þessum skala, sko, svona heilt yfir landið. Ég hugsa að það sé fá dæmi það allavega. En hvernig sjáu þið svo fyrir ykkur að veturinn, haldið að þessar lægðir sem eru að gangi yfir núna, eru þið bjartsýnir á að þetta verður gangi yfir og þetta verði mildari vetur enn í fyrra? Það er algjörlega ómögulegt að segja. Hefur veðurklúbburinn á Dalvík ekkert gefið út? Nei, þeir kannski bíða með það og sjá hvernig þessi lægð gerist, sko, en ég held að það sé ekkert hægt að gera annað en að búa sér bara undir að versta en vona það besta. Reynslan bara síðustu ár, ansi mörg síðustu ár, er bara svo að við erum að sjá meiri öfgar í veðurfari. Já. Það er bara því miður, það er meiri vindhæð, það er meiri úrkoma og þetta er bara veruleiki sem held ég búum við og þetta er alls þar í heiminum að gerast. Já, einmitt. Fólk hélt kannski framan af að svona þegar var að tala hlýnun jarðar og gróðurhúsa áhrifin að það væri frekar að hækka í hitastig en kannski er það einmitt brýsta frekar út í þess að við erum að sjá þessar miklu öfgar. Já, eins og til dæmis Leo, þú tókst saman síðasta vetur og svona fram til dagsins í dag. Já, ég tók bara frá byrjun desember í fyrra. Já. Á þessu svæði, bara Eyjafjarðarsvæðinu, þar eru 100 útköll. Já. Og í þessum 100 útköllum eru 600 verkefni. Já. Og í þessu 600 verkefni fara 300 einstaklingar. Við Björn erum bara einstaklingar. Já. Þannig að við erum með 300 sjálfboðaliða sem að sinna þessum verkefnum. Og margir eru að fara í mörg verkefni. Já. Einmitt. Það gefur kannski svona skýra mynd á hversu heiftarlegt þetta var í rauninni og það er ekki þar með sagt að þetta geti ekki komið fyrir aftur. Það er alveg mikla líkur og að gerist ekki að þetta komið fyrir aftur. Þetta er ótrúlega umfangsmikið og ég vona auðvitað að útköllin verði sem fæst en ósk ykkur bara góðs gengis í ykkar frábæru störfum. Takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur aðeins frá þessu og bara gangi ykkur vel. Takk.